Sælt eru fólkið og velkomin með mér í Glettur. Já, hvert haldið að ég sé nú komin. Stend hérna við Hestastein. Jú, þið sjá væntanlega skilti fyrir aftan mig, aðalból. Ég er komin inn í Hrafnkeltsdal. Nú, hér var ég eitt sinn í sveit, ákvað að heiðra dalinn með nærveru minni í dag. Í tilefni þess að hún fóstra mín, hún Inga á aðalbóli, ein eftirminnilegasta kona sem ég hef kynnst og á kannski mestan þáttinn í því að ég komst til manns, nú ef mann skildi kalla, en hún hefði orðið 100 ára í dag hefði hún lifað. Blessuð sé minning þeirrar heiðurs konu. En í dag er verið að smala hér, nú frændur mínir eru að reka féð hér inn í rétt, að búa að smala svona nærlöndin undanfarna daga og það er komið bíll sem á að flytja lömbin á sláturhús. Finnst þér ekkert svona svolítið nöturlegt að vera að keyra þessu hvítu fallegu grey bara beint í opinn dauðann? Já, það náttúrulega. En það þýðir náttúrulega lítið hugsa það. Út á þetta gengur lífið? Já, ég segi það. Þetta bara er svona. Það var bara að sætta sig við það, bæði ég og lömbin, sko. Og ég heldur þessi böndum þau viti nú ekkert mikið af því, sko. Þetta er stór og mikill bíll, tekur, 300 lömb held ég, og þetta er á 3 hæðum. Þegar búið er að fylla pallin í fyrsta sinn, þá er honum bara lyft upp og svo kemur önnur fylling þar fyrir neðan og svo er þú þriðja þar á eftir. En þá er heldur ekki hægt að bæta fleiri lömbum við. Á með fulla bílinn, sko. Þá var bara að dempa sig norður inn í grænu, sko. Og hvert ferðu? Á Húsavíkina, norðlenska. Og hvað komast mörg lömb í svona bíl? Já, það fer dálítið stærri, en svona í venjulegu þá er þetta svona 300 lömb. En pluss mínus kannski ef þau eru minni eða stærri, það er svona með 300. 100 lömb á hæð sem sé. 100 á hæð, sko. Er þetta ekkert mál að flytja lömbin svona langar leiðir landshorna á milli? Nei, það er ekki mikið mál. Svo sem segir, það er bara, ef ferðin er leiðileg, þá verður maður stressa á það okkur eða hálka og en svona í góðu þá er þetta bara gengur þetta bara mjög vel, sko. Það var einu sinni sagt að það væri ekkert vit að flytja lömbin langa veg milli sláturhúsa, þú verður stressuð á því eins og sagt. Já, það getur alveg verið, en allavega það virðist ekki, þegar maður hleypir þeim út fyrir norðan, það virðist ekki, eins og ég segi, það virðist ekki að taka þetta með nörðsir, sko. Og leiðu komin inn í hús, þá bara leggjast og verður bara svolítið róleg, sko. En það er ein ferð á dag, þar er yfirleitt komin norður ekkert kannski milli kaffið og kvöldmatar. Síðan það náttúrulega að tæma og þvo. Það er 3 vatt á milli ferðar. Hvert sækirðu þér lengst miðað við Húsavík? Ég fari lengst suður í Hamarsfjörð. Það er sko að fara með fullorðið fyrir þaðan norður í. Það er sko, svo það ekki lína þess sem fullorðið má ekki fara að hodna fyrir þaðan, að luta það norður. En náttúrulega lömbin fara á suður. Og gáttu þið þá bara að smala þessu svona úr nær högum? Já, þetta er nú hérna mest úr dalnum. Við vorum sem sagt í fyrra dag hérna að smala hérna bara kringum bæinn, getur sagt svo, hérna inn í Nesi. En í gær var farið inn að vegi og smölu tungan og Glúmsstaðadalinn og hér út. Og lömbin væn? Þau eru væn, já. En þetta er ekki inn í stórgripi. Hvað eiga aðalbólsmenn að margt hér á fjallum? En það kom hér teljari í hérna vetur og þá átti að vera rúm 1000 lömb. En ég held að þau hafi nú ekki lifað all. Það verður alltaf einhver afföll á Sauðburði, þó var þetta besta vor frá landnámi, segir Jón Víðir á Hvanná. Þannig að það var ekki að sakast um tíðina. Og það er gott sumar? Mjög gott sumar. Því að það er alltaf hæfilegur úrkoma og sér svona hlýtt. Það getur eiginlega þýðingar mikið hér, því að hér þeir byrjar að slá austur á Héraði þegar við förum að breiða. Og það er mikið að segja að fá góða sprettutíð, náttúrulega. Því að hér hamlaði oft og tíðum þessi miklu þurrkar sem oft ganga fyrirparssumar. Nú eins og ég sagði ykkur í upphafi þá stend ég hérna við Hestasteinin því til sönnunar að ég hafi verið hér í sveit þá kemur hér önnur mynd tekin við þennan Hestastein fyrir liðlega hálfri öld.
Einn sögufrægasti ábúandinn á Aðalbóli er sá fyrsti Hrafnkell sá nefndur var Freyskoði, enda var Freyr hans átrúnaðar goð. Söguheimildu ber ekki saman ferðir Hrafnkells og uppruna. Hann er sagður Hrafnsson í Landnámi, en í Hrafnkels sögu er hann sagður sonur Hallfreðar sem byggði Hallfreðarstaði í Tungu. Nú Hrafnkell, sonur hans, nemur síðan Hrafnkelsdal. Hann byggði vinum sínum ból í Dallum, þar virðist hafa verið margbýlt og fjölmennt á þessum árum, en þegnarnir urðu að lúta vilja Hrafnkels Freyskoða. Já, það er greinilegt að hér á þeim tíma, þá hefur verið hér, já, miðað við rústirnar sko, þá er hér mikið, já, nokkuð margt fólk greinlega. En hvers eðlis margar rústirnar eru, það er algjörlega eftir að rannsaka það. Það var bara aldursgreining og þessi búseta hefst hér mjög snemma og eins inn á Brúardölum. Og Sigurður Þórarinsson hafði þá skoðun að það hefði verið auðvelt fyrir þá sem komu hér og fóru að nema þetta land að setjast að á mörkum skóga og heiða eins og hann kallaði það. Þannig að það var svo auðvelt að koma sér fyrir. Það var gríðarlega mikil vinna að gera Fljótsdalshéraðið byggilegt með því að það þurfti að ryðja skóginn og það er enginn vafi á því að það þurfti mikið þrælahald til þess. Sennilega munu fornritin bara staðfesta slíkt, það hafi verið nauðsynlegt. Hrafnkell átti gæðing einni mikinn og sögufrægan, gæðing sem hann þótti verulega væntum og meinaði öllum að nýta gæðingin. En það voru ekki allir tilbúnir að virða það bann. Smali hans tók hestinn ófrjálsri hendi og fyrir vikið hjó Hrafnkell smalan í herða niður og síðar komu óvinir Hrafnkells og komu Freyfaxa fyrir Björg. Eftirvill í Faxagili, en hér sáum við inn að Faxagil og Faxahúsum sem eru beitarhús frá Aðalbóli. Páll hefur grúskað mikið í sögu Hrafnkells og hann telur að hann hafi verið mikill skipulagsfræðingur, rétt eins og aðrir héraðshöfðingjar þess tíma. Og eitt af því sem virðist hafa loðað við þennan Hrafnkell, það er Hallfreðargata sem nefnt í sögunni og Sigurður Norðar lagði þannig út af því örnefni að þar hefði verið skapað nafn á föður Hrafnkels. Við getum best að þetta væri bara rétt hjá Sigurði. En það sem hann athugar ekki það að hvers vegna loðir Hallfreðargata við Hrafnkell. Það er vegna þess að Hallfreðargatan er nátengt landnáminu og þar leið skipulaginu. Nú síðan segir síðar í textanum að Hrafnkell, þegar hann kemur austur í Fljótsdal, sest þarna að í hjarta héraðsins og þar verður hann strax einna mestur maður og engir ná að setjast þarna að nema hann gefi blítt orlof. Hann er semst alltaf tengdur skipulagi. Þetta mun líklega þýða það að hann er bara höfuð skipuleggjandinn í landnáminu hér austanlands. Hjá Ara Fróða er talað það að í Íslendingabók að landið hafi orðið albyggt á 60 vetra og ekki orðið þéttbyggðara. Ég legg þann skilning í þetta að þetta séu landnámsaldar árin. Það tók 60 ár að skipuleggja allt landið og það var frá fjöru og allt til jökla. Það var ekki einu sinni lófastór blettur út undan í sjálfu Ódáðahrauni og þá var nú Holurhraun ekki komið. Það kemur í ljós að þessir helstu forkólfar sennilega í þessum hópi þarna vestanfjalls, það er náttúrulega Ingólfur Arnarsson sem er sagður fyrsti landnámsmaðurinn. Það er höfuðpaurinn fyrir fyrirtækinu og þessi Leifur fóstbróðir hans líka, nema hann lifði bara ekki. og sko þessir stóru í héruðunum eins og Helgi Magri, Skallagrímur í Borgarfirði, Ketill Hængur Rangárvöllum, þetta eru þeir sem að veita forstöðu skipulagningarinnar í heilu héruðunum. Og Hrafnkell Freyskoði á Austurlandi. Ja, hann virðist hafa verið það, já. Þú skrifar þá ekki undir það að Hrafnkell hafi bara verið ribbaldi sem hjómenn í herðaniður að mista tilefni. Jú, hann gæti sjálfsagt verið ribbaldi, ekki hafa mér sjálft alltaf verið sammála skipulagi. Það er enn dag í dag. Alla landnámsöldina er haldið alþingi. Það var alveg höfuðnauðsyn að halda slíkt þing. Það er út af skipulagningunni.
og allar hálendisleiðirnar á milli megin hérðana, þær koma út af því. Og þá má til dæmis nefna það bara að þessi Hrafnseyrardalsbyggð og inn á Brúatölum, Bárðardal, upp af Suðurlandi, upp á Kjöl, þær eru settar á fót vegna þýðingarinnar fyrir skipulagninguna og meðan á því stendur. Síðan bara grísjast það, því það er ekki nauðsynlega lengur, ekki svo. Og þetta sem okkur var kennt í skóla og maður fer alltaf með sem hefðbundna klísju, að þetta samfélag sem að kallast þjóðveldi hafi nú eiginlega verið stofnað þarna á Alþingi 930. Það er alveg regin bull og misskilningur. Vegna þess að þá er tekin svo ákvörðun að Alþingi verði framvegis á þessum stað. Þetta verði hinn fasti staður og það er að því að þá er skipulagningunni lokið. Ekki hefur verið byggð í Hrafnseyrardal allt frá landnámi. Byggð laðist þar af í kjölfar náttúruhamfara og harðinda sem svartidauði síðan kórónaði. En aftur komst dalurinn í byggð 1770 og þar hefur verið búið síðan, lengst af á Aðalbóli og Vaðbrekku. Inga fóstra mín, Ingunn Einarsdóttir, var frá Fjallssyli í Fjallum. Hún giftist Páli, móðurbróður mínum, Gíslasyni sem fæddur var í Skógagerði en uppalinn á Krossi hjá móðurbróður sínum og nafna. Inga og Páll bjuggu tíma á Akureyri þar sem Páll var við Skógagerð. En hugurinn leitaði austur. Páll eignaðist afurðagóðan fjárstofn eftir nafna sinn og fóstra á Krossi og þá hófst leitað jarðnæði. Aðalból var á lausu og Páll og Inga ákveða að reisa það sitt bú. Það þótti ekki öllum jafn árennilegt. Það var nú sagt að menninu þóttu undarlegt þetta Guðnuskeið Páls hér inn á Örrafinn eiginlega. Man þetta í bréfum sko, sem þú kannski kannast við að systur hans töldu að vera orðin nútilegu maður og þetta var sko gegn straumnum. Það var náttúrulega alveg greinlegt. Þá var nýfarið hérna fjölskylda, Páll Vigfússon og hans fólk og norður Eyjafjörð, Vargjá. Í hvað var hann að sækja heldur? Var það beitarlandið? Já, hann var náttúrulega eins og fleiri á þessum tíma. Hann er þarna búandi á beitarhúsu á Ekkjufelli. Og það var nú ekki sennilega hægt að stunda mikinn búskap þar. Það var þetta fullur búskapur á jörðinni sjálfri. Og þetta var náttúrulega bara möguleiki sem opnaðist að koma sér í eitthvað annað. Já, svo þekkti hann náttúrulega afskaplega vel Ekkjufellsfólk, Aðalsteinn á Vaðbrekku, þau voru búin að vera þar. Aðalsteinn og Ingibjörg frá 1922, hann þekkti þetta fólk. Halldór og Brú var skólabróður hans frá Laugarvatni. Þannig að hann var nú svona að koma hér til fólk sem hann þekkti vel. Páll kemur í Aðalból 1945 og byrjar þá strax að hýsa upp jörðina. Þegar hann hafði komið þar upp boðlegum mannabústað kom Inga. Þá voru þegar komin 2 börn í hreiðrið en alls eignuðust Páll og Inga 10 börn. Fyrsta barn þeirra Grímur fæddist á Akureyri og lést þar aðeins 3 vikna gamall. Hin börnin 9 hafa braggast vel. Já, ég man að móðir mín vitnaði oft til þess að það væri gott að hafa börn í Hrafnseyrardal og alaði þar upp því þau fengu ekki annað en mjólk sem væri ógerilsneydd. Heldur ekki að hafi verið eitthvað til í þessu hjá þeirri gömlu? Já, það getur vel verið. Hún taldi það að þetta væri þá hollasta. Svona beint eiginlega frá gripunum. Það hefði allavega verið heilsuhraust systkinin. Já, við skrimtum ennþá. Þannig að það er ekki að kenna því ef við ekki fengjum almennilega mat. En já, svona blíðum degi, blanka logn og sennilega 15 stiga hiti, þá var það varla hægt að hugsa sér fallegri sveit en Hrafnseyrardal. Já, það lítur mjög vel á það. Þannig að það er sko, þetta er Sæludalur, sveitin best þessar mundir. Nú, Inga fóstra mín, hún kunni að kveða að. Maður fékk stundum fyrirlesturinn en maður stóð sig ekki við verkin, skilaði ekki því sem manni var sett fyrir. Það vinnur engin verkin fyrir þig geskur og ef þú ætlast til þess að fá hér húsaskjól og mat og einhverja þjónustu þá skaltu sko vinna það sem þér er sett fyrir. Svo þegar hún sá að maður var gessanlega að koðna niður af skömm, þá var manni klappað á kinn og sagt, jæja geskurinn,
ósköp ertu nú aumingjarlegur, fáðu þig nú vel að éta og farðu svo og sæktu geiturnar. Ég fekk líka stundum að mjólka kýrnar, þið sjáu það hér á þessari mynd, þar voru stundum bara mjólkaðar úti í götu. Það reyndar margbúið að skamma mig fyrir það, að þarna hafi ég farið öfugt að kunni. Það hefði verið vani mjaltakvenna í það minnsta í fyrri tíð að ganga hægra megin að kúnum, hvort sem var út í haga eða á bás. En ég spyr þá bara á móti, hvað hefði sést að mér ef ég hefði verið hinum megin við kúna? En það má alltaf gera að gamni sínu. Á 100. afmælisdegi Ingu á sunnudaginn var dóttur hennar gefið nafn. Athöfnin fór fram í Nesi, samkvæmt siði ásatrúarmanna. Baldur Pálsson Freyskoði, sem fer með Austurlandsgoð, sonur Ingu og Páls, gaf frænku sinni nafnið Vera. Hún dóttir Þóreyjar Sigurðardóttur og Arngríms Viðar Ásgeirssonar, en þau hjón reka ferðaþjónustu í Borgarfirði eystra. Athöfn þessi hugsuð barninu til heilla og verndar. Goðinn les úr erindi úr Völuspá sem greina frá að hvert nýfætt barn fyrirheit framhald hinnar eilífu hringrásar lífsins. Einnig las Sigursteinn bróðir Veru úr Hávamálum. Viðstaddir voru nánustu ættingjar og vinir fjölskyldunar og í lok athafnar var drukkið barninu og fjölskyldu þess til heilla úr horni Freyskoða, en í því var bergvatn úr næsta læk. Hérna stendur hún enn, gamla hestasláttuvelin, en það þótti algjör bylting til sveita á sínum tíma þegar þessi tæki komu og þóttu bara hinn mestu galdra tæki. Páll var mikið heljarmenni og kom það sér vel við alla uppbyggingu á Aðalbóli á þeim árum þegar bændur urðu að gera flest á sjálfum sér. Þegar Páll og Inga koma í Hrafnkelsdalinn bjuggu Ingibjörg Jónsdóttir og Aðalsteinn Jónsson á Vaðbrekku. Þau reyndust góðir grannar og þau voru einnig barn mörg. Það var því mikið líf í Hrafnkelsdal á þeim árum. Þá voru iðulega 10 manns í heimili á hvorum bæ og jafnvel fleiri, því alltaf var rými fyrir einni viðbót. Nú eru fáir í Hrafnkelsdal yfir vetratíman, undanfarin misseri hafa stundum ekki verið þannig að 1, 2 eða mestalagi 3 menn. Saknar ekki aðeins fyrri tíðar þegar hér voru kannski 20-30 manns? Jú, hvað heldurðu? Nú dvelum maður bara í gamla tímanum. Þetta var orðið svoleiðis hér á tímabili. Það var talað hroðalega offjölgun af bændum. Þeir voru hér 2 og 3 á bæjunum, hvorum fyrir sig. Og horfði til vandræða og örtröða myndast, fjárfjöldin var svo mikill, bæði menn og skepnur tróðum niður gróðurinn að tali þessara náttúru spekinga. Nú ég komin hérna inn í svonefnt Nes eins og við sögðum í gamla daga, en fullu nafni heitir Nesið reyndar Laugarhúsanes. Nú hérna rétt innan við eru beitarhús frá Aðalbóli og þar við eru heitar lindir sem að víða má finna hérna í dalnum. Og það svolítið sérkennilegt að horfa hér út dalinn. Við sjáum fremri Eirístaða nefilinn blasa við í dalsmynninu og þar blár himinn. Og það eins ef horft fram hérna í dalbotnin, þar heiðskýrt, en hérna beint yfir mér svona eins og móskukafli og morgunsólin komin hérna upp á austurhiminin, en ég finn engan yl frá henni, hún þarna bara eins og glóandi hnöttur. Nú sennilega hér að ræða mistur frá gosstöðvunum sem eru hérna, eins og Austfirðingar segja gjarnan norðurundan, en þar átt við í vestur og svona ef ég fer nákvæmlega eftir áttunum þá sennilega gossprungan hér beint í suðvestur frá dalnum. En það fer ekkert á milli mála að þetta mistur úr gossinu. Já, það bendir allt til þess að mér veit hvernig sólin kemur fram. Hún rauðleit. Og það minnir á þessar sagnir það að eins og þarna í Skaftáreldum að það sumar þá var sólin rauð sem blóð einmitt út af þessu gosmístri sem þá lagði yfir landið og sem var afar eitrað og hættulegt því að gras það sölnaði og það höfum bara verið heppni að það landsfólki drafst ekki allt, ef að gripirnir hefðu ekki getað lifað þá var bara fólkið þar með líf fólksins í hættu. Svolítið sérstakt að sjá sólina hérna á austurhimninum
rauðglóandi en við finnum nánast engan yl frá henni. Já, þetta kannski afleiðingin af þessu hvernig eldgosin hafa áhrif á það að sólarskínið skýli sér í gegn mistrið. Svo taki geislana í sig. Og ég hef stundum verið að glettast með það í glettuþáttunum að jökuldælingar séu nú kannski ekki alveg nákvæmlega eins og annað fólk. Þeir séu svona ívið skemmtilegri, ef eitthvað er. Nú Hákon Aðalsteinsson, nú sagnaskáldið góða, fæddur og uppalinn hér á Vaðbrekku í Hrafnagilsdal, hann gerði einu sinni skemmtilegan brag jökuldælinga. Við tölum stundum það, já, og svo kallum þetta þjóðvísu eftir Hákon. Sjaldan á Jökuldal bændunum brá, þó blikaði dagur við ský. Og sólskinið glampaði gluggana á, þá gátu þeir hvílst fyrir því. Og þó að það herjuðu harðind og böl, og hrímað á gættir og dyr. Þeir drukku sitt sterka og staðgóða öl, og stóðu svo réttir sem fyrr. Nú það eins og allir jökuldælingar geti ort, þar fljúga oft tækifærisvísur og já, flestir yrkja slíkar vísur samkvæmt fornum bragháttum. En jökuldælingar geta líka ort og farið frjálsar leiðir með braghættina. Eitt þeirra til dæmis hann Stefán Bogi, sem að nýlega hefur gefið út ljóðabók og þar fer hann ekki eftir gömlu bragháttunum eins og þeim sem Hákon Aðalsteinsson nýtti sér gjarnan. Þetta komið í hendurnar nýja ljóðabók. Hún bara nánast hálfblaut úr prentsmiðjunni eða þá. Eftir Austurring, en ég sé nú, Stefán Bogi, að þú virkir nú kannski ekki allavega ekki eins og Hákon Aðalsteinsson, sé ljóð eftir hann hér upp á vegg á Skjöldunarstöðum. Nei, ég geri það kannski ekki alveg. Ég reyndar hef nú bæði ort svona í hefðbundnum stíl og svo í svona þessu óhefðbundna líka, þessu óbundna formi. Og ég ákvað það að láta verða því að gefa út það sem að ég hef ort svona óbundið á undanförnum árum og kom því í þessa bók. Er þetta eitthvað ákveðið þema gangandi í gegnum ljóðin? Já, þetta nú svona, ég hef stundum verið spurður um hvað ég yrki og ég yrki nú eiginlega bara sjálfa mig. Ég held að sé og erfitt að gera annað. Þetta snýst dálítið mikið bara svona eigin tilfinningar og upplifanir og það er svona þetta er dálítið persónulegt, það er ýmislegt í þessu. Ég er þarna með ljóðum pabba minn sem dó fyrir mörgum árum og svona, það er svona ákveðin, ákveðin svona persónuleg hreinsun í gangi í gegnum þetta allt saman. Síðan kápan er svört, dálítið drungaleg mynda þér sjálfum framan á. Er svolítið svona þunglyndi í bókinni? Já, að mörgu leyti það. Ekki eingöngu, það er líka ýmislegt annað þarna að finna og mér finnst nú ofta erfitt að skilja svona kímnina alveg eftir en þetta er samt svolítið þannig fyrir mér að svona þessar vondu tilfinningar sem að bærast inn með manni, það er stundum bara gott að koma þeim á pappír, koma þeim bara niður einhvers staðar, þá er maður búinn að ganga frá þeim. Nú er maður búinn að koma þessu út á bók og þá er maður bara vonandi búinn að ganga frá þessu þar. Það er ekkert verra fyrir mig ef einhver les þetta og tengir eitthvað við þessar tilfinningar. Þetta er bara svona ákveðin þörf fyrir það að tjá sig og ná sambandi við annað fólk í gegnum þetta form. Er þetta svona svolítið uppgjör? Já, sumileit það, já. Og ég hef eiginlega alltaf ort eitthvað og ég svona nota þetta dálítið bara í þessum tilgangi, já, að bæði gera upp við sjálfa mig og svona ýmsar tilfinningar sem bærast inn með manni. Er þetta svolítið í genunum á fólki hér af þessum slóðum? Þú áttu reyndar ekki af Jökuldalum en ólst þá upp hér við Neðri Brúna og ættaður utan úr hlíðinni. Er þetta svolítið í genunum úr þeim sem hér hafa alist upp að því? Já, ég held það. Ég held að þetta sé mjög mikið í ættum hérna. Ég er nú reyndar ættaður hérna á Jökuldalum. Langafi minn bjó hér inn í Merki og hann var ljóðskáld og gaf út bækur. Og það var í föðurættina, í móðurættina eru líka skáld og hagyrðingar. Og ég er bara svo lánsamur finnst mér að þetta hefur alltaf svona komið nokkuð eðlilega að tjá mig með þessum hætti og
Ég ekki að segja það bara, maður vonar maður sé að halda upp við einhverju merki með því að gera þetta. Merki forfeðrana frá merki. Já, getur sagt það. Stefán, hún rétt í lokin. Viltu leyfa mér að heyra hljóð? Já, það langar kannski að ef það er að heyra ljóð sem heitir Kvíðbogi. Ég hef spennt kvíðboga minn of hátt. Nú brestur strengurinn og endarnir slá mig í augun, blinda mig stund. En þú elskar mig. Úr hári þínu snýr þú mér nýjan bogastreng. Og enn hef ég kvíðboga minn á loft, í eilífri vörn. Stefán Bogi, þakka þér fyrir kvíðbogann. Til hamingju með bókina og ég treysti því og haldir áfram að yrkja. Takk hérlega fyrir það.